Þorleifur, deildarmeistarar, menn hvart ekki undan því? Nei, alls ekki. Það er alltaf gaman að fá byggur og vinna titil. Verðið á toppnum núna út úrslitakeppnina, það hlýtur að vera svona, já, með heimaleikja rétt, það hlýtur að vera mikilvægt. Já, það vonandi verður það. Ég meina, það hefur kannski ekki verið upp á síðastliðin ár, en við getum kannski núna að fara að einbeita okkur að því, bara bæta okkur fyrir úrslitakeppnina og gera okkur klára fyrir það. Við eigum hörkuprógram eftir og þurfum að bæta okkur í hverjum leik til þess að vera tilbúin í úrslitakeppnina, því að og svo þessi byggar sig sætur, þá gefur hann okkur ekki neitt meira en gefur okkur ekkert meira heldur en fyrir hinlegin. Þau verða tilbúin í úrslitakeppnina og við þurfum að vera það líka. Hvernig líst þér svona á framhaldið í deildinni? Hvað finnst þér eðlilegast að gerist? Verður KR í öðru sæti eða ómögulegt að segja? Það er ekki ómögulegt að segja, sko. Þetta er rosalega pakki hérna fyrir neðan og ég var með þess að fylgjast með leikjunum í gær og það voru klósleikir. Þannig að það er bara mjög gaman að fylgjast með deildinni og það er oft svona á þessum tímapunkti þá er fólk farið að bíða eftir úrslitakeppninni, en það er alveg mikið fjör eftir í deildinni og gaman að sjá hvernig þetta þróast, í hvað sætum liðin verða. Með þennan leik í kvöld þá réðist þetta svolítið á vítalínunni, en svona tvö af sterkustu liðum landsins, þau vilja nú ekki að það sé verið að hafa hátt það, þau hafi bæði verið að skjóta einhver 50% af línunni. Nei, þetta var skelfilegt og nákvæmlega, þetta er kannski líka bara eitthvað sem að liðin þurfa að laga, það sem eftir er að tímabilinu fyrir úrslitakeppnina, og ef þetta klikkar í úrslitakeppninni þá bara hreinlega tapar að leika á þessu. Og eins og ég sagði við þá erum við núna bara að fara að búa okkur undir úrslitakeppnina og ætlum að mæta tilbúinu þangað, því að við höfum í raun og veru ekki unni neitt, því að það er stóri byggarinn eftir. Þorleifur, deildarmeistari, til hamingju. Já, takk fyrir.